Við höldum áfram á menningarlegum nótum hér í föstudagsþættinum því að síðasti gestur minn í þættinum í kvöld var að gefa út þessa glæsilegu bók Á ytri á, saga Mundínu og Finns og 20 barna þeirra. Óskar Þór Halldórsson, hjartanlega til hamingju með þessa bók. Takk fyrir það. Hún glæsileg, svo ríkulega myndskreytt og mögnuð saga. Hvað kom til að þú fórst að skrifa þetta? Já, það eiginlega merkileg saga, sko. Fyrir nokkrum árum síðan þá var það þannig að ég fekk uppringingu frá einum af afkomendum þeirra hjóna á ytri á og ég var spurður hvort að því að ég hafði verið í fréttamennskunni og blaðamennskunni í gamla daga og hvort ég væri til í að taka nokkur viðtöl. Þau sem sagt höfðu áhuga á því að varðveita þessa sögu, afkomendur, og voru svona velta vöngum mér í hvort það væri gaman að eiga bara svona vídeóupptökur af viðtölum við nokkur barna þessara hjóna. Já. Þau voru stödd sem sagt út á ytri á Kleifum í Ólafsfirði, þá bara daginn eftir, og hvort ég hefði tíma til þess að skjótast og ég sagði bara strax já, þetta er áhugavert, ég vissi þessa stóru fjölskyldu og ég var alveg til í að taka þessi viðtöl sem ég svo gerði, fór í tvígang, tók nokkur viðtöl við þau systkinin, nokkur af börnum þeirra hjónana og spjallaði við þau þennan tíma og síðan gerist nú ekkert meir í því og svo fékk ég aðra hringingu nokkrum árum seinna, ætlaði ekki verið kannski bara 2017 eða eitthvað 18, ég man það ekki, hvort að nú langaði til þess að halda áfram með þetta verkefni en kannski á öðrum nótum, hvort að ég væri tilbúin til þess að skrifa þessa sögu bara á bók. Já. Þessara sögu, þessara hjóna, Mundínu og Finns og þessara stóru fjölskyldu, þau eignuðust 20 börn. Geri aðrir betur, segi ég nú bara. Geri aðrir betur, já. Það náttúrulega, já, og margir náttúrulega, ég vissi ekki fyrir bara ég fór að glugga í bókinu og þú sagði mér að þessi fræga setning sem margir þekkja, var ekki Mundína sem sagði að hún hefði nú bara aldrei haft sérstaklega gaman af börnum. Jú, það nákvæmlega þannig. Og ég held að þetta sé með svona frægari setningum íslenskra sjónvarpssögu. Já. Hún sagði þetta í viðtali við sem Sigrún Stefánsdóttir, fréttamaður, sem býr hér á Akureyri, tók við þau hjónin fyrir sjónvarpið árið 1980 og þessi þáttur var sendur út í apríl 1980. Já. Þar kom þessi fræga setning fram. Já. Og hún lifir með þjóðinni. Já, en það kannski ekkert skrítið, Nei, ekkert skrítið að 20 barna móðir segi það, hún hafi ekkert gaman af börnum. Sko, ég veit ekki satt best að segja hvort það eru þess önnur dæmi á Íslandi að hjón hafi eignast saman 20 börn. Ég leyfi mér að efast það á 20. öldinni. Mögulega var það lengra tilbaka, en ég efast það að þessi önnur dæmi á 20. öld, þau eiga þessi börn á árunum 1917 til 1945. Já. Með öðrum orðum, þau eiga 20 börn á 28 árum. Já. Engir tvíburar. Engir tvíburar. 20 fæðingar. Þetta svo ótrúlegt. Þannig að það líða aldrei meira en 2 ár á milli fæðinga. Já. Og þau koma 16 af þessum 20 börnum upp til fullorðinsára. Já. 4 dó í æsku, 1 drengurinn drukknaði ungur að árum við bryggjuna við Ytrá. Ytrá notabene á Kleifum við vestanverðan Ólafsfjörð. Já, já. Þar var sem sagt húsaþyrping byggð fram eftir 20. öld þegar flest var bjuggu þar svona 100 manns. Þau bjuggu sem sagt á bænum Ytrá sem stærsta húsið á Kleif sem enn stendur og þessi fjölskylda bjó á neðri hæð húsins með 20 börn. Á efri hæð húsins bjó önnur fjölskylda, þeir voru sem sagt bræður sem áttu sitt hvora hæðina með sínum eiginkonum. Já. Og á efri hæðinni bjuggu 10 börn, þau eignust 10 börn. Já. Með öðrum orðum þessar 2 fjölskyldur 30 börn í þessu húsi. Þetta náttúrulega ótrúlega framandi árið 2020 að þetta bara hefur verið veruleiki fólks. Já, það það sem við veltum öngum yfir, sko. Hvernig ósköpunum var þetta hægt? Hvernig var þetta hægt? Ég held að nýjustu tölur Hagstofunnar segja að meðal fjölskyldan á Íslandi eigi hvað?
2 börn, tæplega líklega. Já, tæplega 1,8. Já, eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé eitthvað nálægt lagi, sko. Já. Þarna erum við að tala um 20 börn. En auðvitað voru þau aldrei öll á sama tíma heima á Ytrá. En enga síður, þá voru þau samt mörg. Mér telst til, ég fór í gegnum kirkjubækur og ég held ég hafi getað lesið rétt út úr þeim að þegar flest var, þá voru þau 12. Já. Þarna heima, sko. Og í bókinni þá rekur sögu foreldrana og náttúrulega barnanna og gerir grein fyrir þessu öllu. Já. Og þetta 20 börn, það sést bara á bókinni, þetta er rosalega mikið efni, en ríkulega myndskrift og lifandi. Bara, ég er náttúrulega ekki búin að lesa hana alla, en það sem ég er búin að fletta í gegna þetta alveg stekkur á mann og lifnar við á blaðsíðu. Já, það er gleðilegt að heyra það, sko. Já, ég lagði mjög mikla áherslu á það að nota mikið af myndum. Já. Og ég lagði gríðarlega vinnu í það að afla þessara mynda og ættingarnir voru svo elskulegir að grafa upp allskyns myndir sem að þeir hefðu ekki séð í áratugi niður í kössum upp á lofti eða í kellara sem að þeir voru búin að gleyma en gefur þessu gríðarlega mikið gildi. Algjörlega. Og gerir held ég bókina miklu læsilegri og fjölbreyttari fyrir vikið, sko. Því að myndir segja meira en mörg orð. Það gera það. Og mikilvægt bara að fanga þessa merkilegu sögu sem þú gert núna. Og er það ekki rétt að mér að fólk getur fengið bókina í helstu bókabúðum? Jú, hún fer verður núna bara, þessa dagana, að koma í pennan. Já. Og síðan útgefandinn sjálfur að selja hana. Já, það er þetta að hafa samband. Það er þetta að hafa samband við útgefandann, já. Ef fólk sem sagt ekki til þess á þeim stöðum landsins þar sem eru þessar pennaverslanir. Nei, ég vil fá bara sett heim. Beint, já. Frábært. Það er alveg hægt. Við getum talað um þetta í allan dag, þessa merkilegu sögu, en komist ekki lengra sinni. Ég segi bara enn og aftur til hamingju með þessa glæsilegu bók. Takk fyrir það. Hvet fólk eindregið til þess að verða sér út eintak, því þetta er algjörlega magnað.